Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og núna á sunnudaginn dagur tónlistarskólanna og til þess að ræða það og tónlist almennt eru komnar hingað frá tónlistarskólanum á Akureyri, Sóley Björk og Steinunn Arnbjörg verið hjartanlega velkomnar í þáttinn. Takk hérlega. Það hefur venjulega verið heljarinnar hátíð á degi tónlistarskólanna, þetta smala fólki saman og kynna hljóðfæri og alls konar en það náttúrulega eðli málsins samkvæmt að þessu öðruvísi snið á þessu í ár. Hvað stendur til hjá ykkur? Svona sem hátíðahöld? Já. Til dæmis að koma hingað. Takk fyrir að leyfa okkur að koma hingað að halda daginn hátíðlegan með fólki. Okkar ánægja. Já, af því að fólkið má maður ekki hitta. Við getum ekki boðið fólki á tónleika í hofi eða eins og hefur stundum verið gert að bjóða bara öllum krökkum sem vilja koma að prófa hljóðfæri. Það hafa verið opnar hljóðfærikynningar. Allir kennararnir eru í skólanum og það má koma að prófa öll hljóðfærin. Já. Þannig að núna já, þá langar okkur bara svona halda skólanum smá veislu og líka kynna starfsemina, kynna hljóðfærin og þetta. Algjörlega. Eftir öðrum leiðum. Já. Og takk fyrir það. Já, bara okkar ánægjan, því að það ekki bara píanóið og gítarinn og það eru svo miklu fleiri hljóðfæri eins og bara, það eru margir sem velta fyrir sér bara hljóðfærinu sem þú heldur á hérna og þið báðar. Algjörlega, við veldum náttúrulega bara frábær hljóðfæri hérna til þess að koma með, þetta þess básuna. Ég hérna með plastbásunu sem oft notið því að hún létt og svona hægt að vera með úti til dæmis líka fyrir yngstu nemendurna. Svo þeir bara brjóti ekki á sig bakið eða eitthvað þegar þeir eru að spila. Og svo hérna fyrir eldri nemendurna þá geta þau skipt yfir í svona eins voldura hljóðfæri. Já. En það akkurat þegar maður hugsar tónlistarskóla þá hugsar maður oft bara söngur, gítar eða pop eða klassík eitthvað svona. Þetta kannski ekki í hug básuna eða klarinett. Ekki nema sem við... Nema náttúrulega menn þekkja Pétur Úlfinn og köttinn. Hér kötturinn mættur í ein persónu. Já. Akkurat, en það kannski ekki mitt að fyrsta sem það hugsaður en það vantar að sjálfsögðu alltaf fólk til þess að spila á þessi hljóðfæri líka og þau með ekki gleymast. Nei, algjörlega. Hljómsveitirnar þurfa á þessu öllu að halda. Já. Það þarf allar raddirnar. Það er nefnilega lúmst skemmtilegt að æfa á þessu hljóðfæri þó þú lít út fyrir að vera erfið. Maður rosalega fljótur að ná svona grunntökum og komast inn í hljómsveit, jafnvel bara fyrstu önninni. Já. Það er rosalega svona spennandi fyrir krakka sem eru að byrja, bara getur byrjað strax í hljómsveit. Einmitt, og það hefur orðið aukning, það ekki í blásarasveitunum núna? Jú, heldur betur. Við vorum með fyrst 2 sveitir, bara grunn og eldri, en núna voru svo ótrúlega margir spenntir að við ákváðum að skipta þessu niður í 3 sveitir, A, B og C. Svona pínu eins og í íþróttum held ég. Nema þá þetta held ég öfugt. Já, það talið byrjað á háum tölum og farið upp í lægri tölur. En við byrjum bara að segja A. Já, A-sveitin er svona aðal yngstir. Yngstir, já. Það er aðal. Aðalsveitin. Ég fyrir best, sé fyrir cool. Já, sé fyrir cool. Já, geggjað. Þannig að það er rosalega skemmtilegt að geta bara að byrja strax með krakka og bara spila poplög og ég útseti eitthvað, ég spyrir þau oft svona, ok, hvað er þið að hlusta á núna? Hvað finnst ykkur vera cool? Já. Og svo skrifaði niður lögin fyrir þau og þau alveg bara dýrka þetta Og áður en lengra haldið og kannski sjáum við bara smá innslag af æfingu hjá yngstu sveitinni, er það ekki? Jú, bara gerðu svo vel. Já, þetta geta þau. Þetta er ótrúlegt að sjá. Meistararnir, Já, yngsta deildin. Þau byrjuðu bara í september. Já, einmitt. Þannig að maður gleymir því oft, eða þú veist, við byrjum bara að æfa í september. Svo með þess að smá pása þegar við gátum ekki eftir út af COVID. Þannig að við erum bara nýkomin aftur í gang. Strax bara... Já, þvílíkur árangur. Svaka power, Já, heldur betur. Þannig að, og þetta voru þetta bara hvatning fyrir aðra krakka á þessum aldri sem hefðu áhuga að prófa einmitt einhver svona önnur hljóðfæri, hvort sem það er básuna eða blásturhljóðfæri eða hvaðina að bara kýla á það. Og það er alveg oft hægt að byrja, þú veist, sumir bekkir eru fullir eða þannig, sumir hljóðfærabekkir.
annars staðar er alveg kannski eitt pláss einhvers staðar. Það má alltaf hringi í tónó, skrifa, spyrja eitthvað. Já, það kostar ekkert að hafa kannski samband. koma að prófa líka hjá kennurunum og svona. Ég er alltaf Það er rosa velkomið. opin fyrir því að bara fá einhverja í heimsókn og prófa, jafnvel vini Já. saman. Þú veist, ég á fullt á svona hljóðfærum, ég á trompeta líka fullt og þú veist, og eins og klarinetti, það er rosa skemmtilegt við plast líka svoleiðis. Já. Ef einhverju vilja, þú veist, prófa að taka með sér heim og spila. Hérna, ég er sko sellóleikari. Já. Ég reyndar lærði ég líka á slagverk á sínum tíma í tónlistarskólanum á Akureyri, Já. hjá Kalla Pettersen. Og þá spilaði ég svolítið í lúðrasveit. En ég hef aldrei haft neitt með klarinett að gera, til dæmis. Nei. Ég hef aldrei haldið á klarinetti og það er mjög ánægilegt og góð tilfinning að halda á klarinetti. Já. Ég get bara sagt það af eigin raun. Já, Þetta er eiginlega skemmtilegt tækifæri sem ég fékk til að snerta klarinett. auglýsa klarinett. Já, svona þessar tilfinningu sem er að halda á klarinetti í fyrsta sinn. Það er líka svona árangursmiðar að vera á klarinett til dæmis heldur en básunu, því að þú getur bara ítt á takkana, kemur önnur nóta, og þreyttur á þessari nótu, þá bara önnur nóta, Það bætast við bara mjög hratt. Já, já. Básunu þar maður þarf að vera svolítið þolinmóður, sko. Já, það er meira tilfinning. Meira tilfinning, en þú veist, það er ógeðslega gaman í tímum, eins og til dæmis ég gerir stundum mótuhjólið. Já. Ég get sýnt ykkur það. Mótorhjól. Mér leiður svo ég væri komin út í umferðina. Mér langar að segja eitt að þú veist, að þú varst að tala þú sagðir hérna meistarar Já. Krakkana. Ég verð að segja, mér finnst bara krakkarnir ógeðslega duglegir. Já. Bara öll upp til hópa. Hljóðfærin eru ólík, hljóðfæri eða söngur. Það er nefnilega ný unglingasöngdeild í tónó líka, Já, sem það er er mjög hress. Hún var að byrja í vetur og þú veist, svo við förum bara svona aðeins Já, yfir. það er mikil gróska. Það er margt Já. og rytmadeild, skapandi deild, þú veist, öll pop og jazz hljóðfærin eru líka og það er bara það er allt að gerast. En alveg sama í akkurat hvað, hljóðfæri eða hvað þau eru að gera, hverju sinni, hljómsveit, þetta er bara mjög duglegt fólk. Já. Þau eru að æfa sig af því að þú veist, þetta er eins og þú segir, það er bæði maður með fólki að spila í blásarsveit eða í strengjasveit, það er líka 3 strengjasveitir, þær eru alveg, og ég spila á selló, ég get sagt það er gaman að spila strengjahljóðfæri, þú veist, ég held að bara einhvern veginn að snerta hluti og láta koma tón úr honum, það er gaman og þú veist, þá er líka þessi vinna maður fyrir spilatíman, það er svona eins og ekki gestaþraut en sko eitthvað svona sem er að kljást við, að ná svolítið valdi á þessu hljóðfæri, ná tóninum úr því til að geta sig að fara að spila það sem maður langar, kannski í hljómsveit. Hitta fólk og þá er svona bara, tónlist, eitthvað. Það eru aðrir að spila á sama og ég og þú veist. Það er bæði þetta svona að vera með hús bara í tónlistinni og líka, bara þessi dugnaður, maður veit, fólk hefur alveg nóg að gera, bæði fullorðnir og krakkar, þau eru alltaf í skólanum, læra helling og gera alls konar hluti og þau eru svo seig og dugleg. Já, heldur betur. Þetta örvar náttúrulega öll skilningavitin en er líka íhugun og afslöppun kannski fólkin í því að maður fer svolítið inn á við með hljóðfærinu. Vera kjur í smástund og reyna eitthvað. Já, það er bara hollt fyrir alla. Það er bara mjög gott. Og þarf ekki að vera í langan tíma á dag. Það er ekki þannig að maður þurfa að æfa sig og vera alveg að deyja úr því. Heldur þú veist, bara oft reglulega svolítið svona spreyta sig, reyna aðeins, þá kemst maður pínu lengra í daginn í gær. Og stundum finnst manni ekkert ganga og allt þeirra bara En þú veist, svo kemur eitthvað, gerist eitthvað og það heldur áfram. Maður heldur áfram að spila og það er bara Og svo líka svona gulrót sko oft að geta farið í ferðir. Já. Það er svona pínu eins og bara íþróttakrakkarnir fara þú veist suður eða fara eitthvert og við höfum farið annarkvert ár til útlanda að hitta aðra sveitir, þú veist, strengjasveitir eða blásarsveitir og spila með þeim. Því að þú veist, tónlist er náttúrulega alþjóðleg. Þetta er alþjóðlegt tungumál. Það er bara nótur og þú veist, þau tala ekki sama tungumál en það eru alltaf búin að hitta eitthvað bara svíja sem að spila líka á básunu. Og svo er bara búið til tónlist og partí og við fórum til dæmis til Gautaborgar í hittifyrra. Það var bara, þeim fannst svo gaman sko. Æðislegt. Ég vona að þetta verði hvatning fyrir fólk til þess að sko finna bara rétta hljóðfærið fyrir sig. Algjörlega. Bara til hamingju með dag tónlistarskólana á sunnudaginn og við ætlum að enda þetta litla innslag og fá meiri blástur, ekki satt? Heldur betur. Það er elsta deildin. Já. Það er svona flottustu krakkarnir sko, eða sem eru búin að vera hvað lengst að æfa. Með úthald. Með úthald skiptir máli. Bara eins og íþróttum, er það ekki? Jú. Ég mynda mér það. Bara halda áfram, vera seig. Bara halda sig við efnið. Kærar þakki fyrir að koma í þáttinn og segja okkur við ætlum að enda þetta á þessu innslagi. Takk. Takk fyrir okkur.